Já, Ögmundur Jónasson, hann komin hingað. Þú hefur verið með, eftir þú hættir á þingi, verið með fundi í Þjóðmenningarhúsinu og fengið þar yfirleitt gesti til þess að ræða mikilvæg mál. Nú ætlar að ræða Evrópusambandið og þú ætlar að tala sjálfur. Gerði það reyndar á fyrsta fundunum sem ég efndi til 2017 í Iðnó. Við byrjuðum á þessu fundum í Iðnó til róttækra skoðunar. Og þá var ég að fjalla tengt efni. Það var alþjóða viðskiptasamninga og þess sem var að gerast á alþjóða vettvangi. Og þar var ég einn ræðumaður, Drífa Snædal, hún var fundarstjóri. En á þessum fundi á laugardaginn verður Kristín Helga Gunnarsdóttir fundarstjóri. Við stefnum að því að halda snarpan fund, 1,5 tíma. Og tilefnið náttúrulega að ég held að ekki ríkisstjórnin að ganga frá því að orða einhverja þingsályktunartillögu, það sem að vera lögð fram þinginu fljótlega, býst ég við, bara þegar þingi kemur saman, þjóðaratkvæðagreiðslu. Við veitum ekki alveg hvernig það verður. Ég myndi gíska bara í haust. Spurningin hvort að ríkisstjórnin myndi það sjálf, hvernig hún ætlar að hafa þessa atkvæðagreiðslu. En það alveg rétt, þetta er tilefnið. En ekki bara það, heldur líka svo margt að gerast í þessum Evrópusamruna sem að snertir okkur, sem við þurfum að ræða. Það ýmislegt sem að gerast á bakvið tjöldin og frammi fyrir tjöldunum. Og heimurinn náttúrulega hverjandi hverli, sko. Já, sem fer í má segja það. Þó vaknar nú svo spurningu mínum huga. Hvort það geti verið að heimurinn eins og hann blasir við okkur núna sé sá heimur sem blasað hefur við þriðja heiminum í langan tíma og menn hafa verið að rifja það upp núna síðast Jeffrey Sachs í erindi í ávarpi sem hann flutti fyrir öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á mánudag. Þá rifjaði það upp að frá stríðslokum að þá hefðu Bandaríkjamenn 100 sinnum, eða alltaf 100 sinnum beitt valdi til að skipta ríkisstjórnir víðsvegar heiminn, einkum í Rómönsku Ameríku, þannig að þetta er engin nýlunda fyrir þennan hluta heimsins að sjá valdbeitingu bæði frá Evrópu, nýlenduveldunum í Evrópu á sínum tíma og Bretar hafa verið duglegir og Frakkar hafa verið duglegir við það sama. Allar þessar þjóðir, Belgar og svo framvegis að ég hef verið að rifjað upp að 1994, það er ekki lengra síðan en 1894, rúmlega 100 ár, að þá skiptu nýlenduveldin evrópsku með sér Evrópu, með sér Afríku. Það var engin fulltrúi frá Afríku náttúrulega á þeim fundi sem var haldinn í Berlín, skiptu heiminum á milli sín með valdboði. Þannig að þetta er ekkit nýtt fyrir þennan hluta heimsins. Við hins vegar erum að horfa á Bandaríkjastjórn núna, tala að hún vilji ná Grænlandi úr höndum bandalagsríkis hér og þá förum við á límingunum og finnst svona heimunum vera komin að endi mörgum. Fyrir hinn hluta heimsins þá þetta bara daglegt brauð og búið að vera í langan tíma. Hins vegar þá vakna ýmsar spurningar í því umróti sem að nú á sér stað og þar á meðal samskipti okkar við umheiminn, við Bandaríkin, Norður-Ameríku og við Evrópusambandið. Og það sem ég vildi segja og var svona að renna mér inn í að segja að það er ekki bara þessi fyrirhugað þjóðaratkvæðagreiðsla sem að er þess valdandi að ég vil taka þetta mál upp. Heldur líka hvað er að gerast bakvið tjöldin og frammi fyrir tjöldunum eins og ég segi gagnvart Evrópusambandinu. Í maí þá gekk utanríkisráðherra fyrir hönd Íslands frá samkomulagi utanríkismála samstarf við Evrópusambandið. Það hefur aldrei verið rætt
þetta samstarf hefur ekkert verið rætt, en þó það skuldbindandi fyrir okkur á marga lund. Fyrirhugaður að skrifundi samning varnarsamstarf við Evrópusambandið. Það hefur heldur ekki verið rætt. Það hefur ekki verið upplýst hvað stendur í því samkomulagi. Í júlí þá var gert samkomulag við Evrópusambandið samstarf á sviði sjávarútvegsmála, fiskveiði stjórnunar. Þetta hefur ekki verið rætt í samfélaginu. Þannig að það ekki bara þessi fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðsla innlimun Íslands í hvort við viljum láta innlim okkur í Evrópusambandið. Það ekki bara hún sem veldur því að ég vil taka þessu umræðu upp, heldur bara öll okkar samskipti við Evrópusambandið. Skiljið þið rétt að þú telur ekki vera góða tillögu að við förum í aðildarviðræður við Evrópusambandið? Ég hef þér að segja og öllum að segja og engar fréttir stórar þar alltaf verið því andvígur en aldrei hefur það verið eins vitlaust og að gera það og núna aldrei nokkuð tíman. Stundum heyrir maður svona Evrópu sinna haldaði fram að einmitt út af blikum í heimsmálum að það hefur aldrei verið mikilvægara fyrir okkur að velja okkur lið og gangin í Evrópusambandið. Og hverjar þessar blikur í heimsmálunum? Það menn hafa hort til Rússlands og menn núna hafa hort til upplausn NATO, menn hafa hort til Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu og draga sig út úr Evrópu og segjast vilja Grænland. Orðin að séu stórveldi að skipta á milli sín. Segjast vilja Grænland og komið á Íslandi og ætlum við þá að leita til Evrópu að verja Bandaríkjunum. Ég veit ekki. Telja menn að aðild að Evrópusambandinu og hlutdeild í evrópskum her verði okkur til varnar gagnvart Bandaríkjunum. Ég spyr Evrópu sinna stundum að heldur að belgíski herinn komi að bjarga okkur. Sko, þetta svo vitlaus hugmynd að ætla þarna inn núna. Nú eigum við að liggja lágt og hugsa okkar ráð. Við eigum að gera það og það fráleit hugsun að ætla að fara þarna inn. En að því öllu sleftu og öllum þessum væringum sem nú eiga sér stað, öllu því sleftu, þá hafa verið að gera hlutir innan Evrópusambandsins sem að ég set mikil og stór spurningamerki við og það nokkuð sem að ég vil gjarna ræða á þessum fundi og að því að ég sitt hér frammi fyrir þér og myndavélunum að þá lyfti ég upp þessu auglýsingaskilti þennan fund þar sem ég minni á að hann í Þjóðmenningarhúsinu eða Safnahúsinu eins og það heitir víst formlega við Hverfisgötu í Reykjavík klukkan 12 á laugardag. Og verður sannarlega búinn klukkan 13:30. Hann verður sannarlega búinn klukkan 13:30 og síðan get ég látið það fylgja með svona til upplýsingar að þeim fundi loknum alveg óháð honum enga síður vegna þess að þessum fundi verður fólk úr öllu hinu pólitíska litrófi en óháð honum þá verður til stoppfundar fyrir félag vinstri manna sem heitir til vinstri við ESB. Þeir ekki bara verið í heimsýn? Ég í heimsýn og ég kem til með að vera í þessi nýja félagi. Þess ekki stemt gegn heimsýn, alls ekki. Það eru svona þverrpólitísk samtök. Þetta svona meira út frá vinstri sjónarmiðum gegn markaðshyggjunni og hervæðingunni og allir því. Þannig að vinstri menn eru þarna að fylgja sér saman úr öllum mögulegum öngum vinstri mennskunar á Íslandi vonandi sem flestir bæði sem hafa verið í stjórnmálaflokkum og utan stjórnmálaflokka fólk sem að vill beita sér gegn markaðshyggju og hervæðingu og öðru slíku það ætlar að koma saman til funda klukkan 2 á Horninu í Reykjavík og stofna til þessa félags. En það er ekki það sem ég fyrst og fremst að auglýsa núna heldur þessi fundur okkar sem okkar Kristín talandi breytta heimsmynd. Eitt af því sem að nú til dæmis Trump var að skrifa undir að Bandaríkin að ganga úr, ég man ekki svona hvað talað var 65 svona alþjóða stofnunum og nefndum og hinn og þessu þannig að það er svona alþjóða kerfið sem hafa byggt upp eftir stríðsárunum að það að hrynja. Bandaríkin hafa engan áhuga á Sameinuðu þjóðunum og stundum það sagt að lítil ríki eins og við erum að þau mjög háði að hér sé haldið uppi alþjóðalögum, alþjóðadómstólum og alþjóðakerfum og þótt að Evrópusambandið sé gallað og ekki alltaf rétt niðurstað þar alveg eins og Sameinuðu þjóðurnar. Hvað séum við þau rök Evrópu sinna að þetta sé einmitt tíminn þar sem að við eigum að styðja alþjóðasamstarf, alþjóðastofnanir eins og Evrópusambandið er. Ég var að spyrja Jacques Beau
Hann svisslendingur, búsettur í Brussel. Hann skrifaði bók sem að bara allavega undirtitli heitið Hvers vegna Vesturlönd töpuðu stríðun í Úkraínu. NATO líkaði þetta ekki og Evrópusambandinu líkaði ekki. Og það sem ákveðið var að gera gagnvart þessum manni var að bannfæra hann. Það var lokað öllum bankareikningum hans. Hann getur ekki farið út í búð að kaupa í matinn. Honum meinað að ferðast innan Evrópusambandsins og ef hann fer út úr Evrópusambandinu frá Brussel þar sem hann býr, svisslendingur, ef hann fer þannig, kemst hann ekki inn. Og ég spyr mig líka gagnvart þessu samkomulagi sem Þorgerður Katrín undirritaði 21. maí í sumar og síðasta ári, þar sem að hún skuldbindur Íslendinga til að taka þátt í refsi aðgerðum Evrópusambandsins, hverja sem þær eru, við erum skuldbundin til þess eftir þessa undirskrift hennar, verður þessum manni heimilega að koma til Íslands. Og hann ekki einn þetta, hann í röð annara manna sem Evrópusambandið farið að beita svona fasískum vinnubröðum, bara slökkva á þeim. Það búið að uppgöta það fyrir löngu að það miklu ódýrara að slökkva mönnum vísakortinu hjá fólki eða greiðslukorti heldur en senda það til Síberíu. Það miklu ódýrara og effektífara líka. Og allar eigur hans fristan eins og ég segi, allar bjargir bannaðar, þetta að gerast, hann í röð margar annara. Í Bretlandi, það ekki Evrópusambandinu en þá, en lengur, en eitt af þessum klúbbi, þar verið að fangelsa fólk sem að andmæla fjöldamorðunum á Gazasvæðinu. Þetta að gerast líka í Þýskalandi. Ég þekki það úr sögu Kúrdana. Þar fólk að sæta ofsóknum. Þannig að þessi fasismi sem hefur verið að læðast inn í okkar samfélag, í okkar heimsluta, það ekki bara í Bandaríkjunum sem það að gerast. Það að gerast líka í Evrópu. Og þá spurningin hvernig á að bregðast við þessu. Í fyrsta lagi þarf bara að vakna. Við þurfum öll að vakna. Og vakna til varnar mannréttindum almennt og eigum ekki núna að fara að hlaupa undir pilsfall þeirra sem að beita hafa uppi vinnubröð eins og þessi. Þetta bara að gerast í kringum okkur. Þetta að gerast mjög hratt. Ég sagði læðast, menn hættir að læðast. Þeir ekki að biðjast afsökunar á því sem að gerast gagnvart þessum manni. Þessi maður var starfandi hann var starfandi í svissneska hernum, starfaði fyrir svisslendinga, víðsvegar heiminn, hefur aldrei brotið af sér á nokkurn hátt, hann sætir þessu vegna skoðana sína. Og það núna tími til þess komin að við stöldrum við. Segjum við Þorgerði Katrínu, þau hættu að skrifa undir svona skuldbindinga fyrir okkar hönd, hvort sem í fiskveiðimálum, mannréttindamálum, utanríkismálum, þvingunar aðgerðir, varandi í þvingunar aðgerðir gagnvart fólki og fyrirtækjum. Kristóf Frostadóttir var að skrifa undir eitthvað núna bara í vikunni í París. Hún á hætta þessu líka, hún að skrifa undir einhverja skuldbindingar fyrir hönd íslenskar skattgreiðanda stuðning við hernað í Úkraínu. Eigum ekki að taka upp umræðu þessi mál, bara staldra núna aðeins við, ef að við getum sammælst það að við stöndum á einhverjum tímamótum sem við vissulega gerum, þá förum við ekki að ana út í eitt eða neitt og ekki út í þetta fen og að fara á þessari stundu að skipta þjóðinni í fylkingar og láta okkur fara að rífast þetta mjög óábyrgt til ég vera, óábyrgt og að mínu áliti þá þetta feigðarflan. Bæði þessi að fara út í þessar kosningar núna og yfirleitt að ætla sér þarna inn. Reyndar skal ég viðurkenna að sömu leyti spyr ég sjálf mig, það að vissuleiti gott að fá þessa kosningu, að fá þessa umræðu upp? Að vissuleiti það. Og þó það verði ekki til annars en að við ræðum málin og fáum tilefni til að stoppa þetta fólk af. Það var komið Evrópusinnar hérna og þeir hafa talað Evrópusambandi sem svona vörn fyrir mannréttindum og lífréttindum.
jáfnvel vörn almenningsgagvart auðvaldinu. Þú ert að lýsa Evrópusambandinu sem fasískri stofnun. Ég er að gera það. Í auknum mæli er hún að þróast sem inn á slíkar hrikalega brautir. Evrópa hins vegar, hún hefur boðið upp á margt í tímans rás eins og allt mannkynni hefur gert. Við horfum stundum fram hjá því að það eru aðrir menningarheimar sem að hafa haft sitt fram að færa. Og að því ég vísaði þessa ráðstefnu í Berlín 1894, þá Afríka sér líka sögu. Við bara þekkjum ekki þá sögu fyrir eftir að nýlendu herrarnir voru komnir til valda og búin að skipta þeirri heimsálfu á milli sín. Við þekkjum ekki ameríska sögu fyrir en Ameríka fannst. Já, akkurat. Og Evrópa eins hefur að sjálfsögðu haft margt fram að færa mjög gott á sviði mannréttindamála og menningar. Við fengum upplýsinguna hér á 17., 18. og fram á 19. öldina sem að Ólaf sér réttaríkið, sem Ólaf sér það sem að þú vísaði til í upphafi Sameinuðu þjóðanna, sem að laga smíðarinnar sem að hún er reist á. Þetta á verulegu leiti uppruna sinn í evróskum hefðum. Ég er fylgjandi þeim, ég er fylgjandi Evrópusamstarfi. Ég elska Evrópu. Evrópusamstarfi er Evrópusambandið. En Evrópusambandið, nei, það er ekki það sama. Hver er munurinn á því? Munurinn er sá að, og það er það sem ég mun rekja í þessum fyrirlestri mínum, hvernig Evrópusamvinnan hefur breyst í tímans rás. Evrópusambandið verður til í kjölfar heimsstyrjaldarinnar síðari, fyrst kola- og stálbandalagið í byrjun 7. áratugarins, þegar menn taka það sem að engum hefur skipt mönnum í fylkingar, hagsmuni, framleiðsla og sala á stáli og kolum og framvegis, innan á komast undir sama þak þar. Síðan verður til Rómarsáttmáli og fleiri sáttmálar, en í byrjun er þetta allt á svipuðum nótum og okkar fríverslunar bandalag EFTA, fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, sem sett á laggirnar 1960, við förum þangað 1970. Evrópusambandi er að vissuleyti að þróast á sama hátt, viðskipti milli ríkja. Það breytist síðan þegar kemur undir aldarlok á 10. áratugnum, þá fer þetta breytast og þegar komum við fram undir áramót, þá er farið að glitta í það sem að margir sáu reyndar og áttu sér draumum að myndi gerast í upphafi, að við sköpuðum sambandsríki, stórveldi, og menn fara að tala um stórveldi, sambandsríki og þetta... Það hefur aldrei verið ákveðið, sko. Nei, en svona gerast hlutir. Það er sumir innan Evrópusambandið sem vilja fara þangað, en ef þú horfir yfir Evrópu í dag, þá er enga líkur á því að það verði samþykkt af þjóðunum. Það er ekki spurður að því séu. Þeir láta bara hlutirnir gerast. Hlutirnir gerast. Hægt og rólega. Þegar málum hefur verið skotið til þjóðanna 2005, þá greitt atkvæði í Frakklandi, Hollandi nýja stjórnarskráða fellt. Það var bara beðið, sturtað niður þangað til vatnið voru hreint. Og þú býður alltaf, lætur síðan krísurnar leysa málin, þú verður að gera eitthvað, grípa til einhverja ráðstafana og nú er stór krísa og nú þarf að búa til her og 5% í hernaðarútgjöld og svo framvið. Svona gerast hlutendir, menn sogast áfram með þessum hætti. Og breytingin er gríðarleg sem að hefur orðið. Þegar ég var í Bretlandi upp á 1970, eða kringu 1970, Bretar fara inn 1973, þá eru vinstrimennir mjög skeptískir á Evrópusambandið. Hægrimennir vilja fara inn. Vegna þess að Evrópa eins og þeir sá hana, það var viðskipta svona milli ríkja, viðskipta bandalag að efla viðskiptum milli ríkja. Síðan þróast þetta yfir í að verða svona félagslegra í eðli sínu, vinstrimennir fara að horfa þá svona jákvæðum augum á það sem að gerast og Tony Blair sem hafði barist gegn Evrópusambandinu á sín tíma, hann snýst og allt svona verður sem áður stóð í lappirnar verður á haus, það svona breytist afstæða manna. Síðan gerist það eftir að þessi félagslega þróun næra skjóta rótum að markaðshyggjan tekur yfir
Og Evrópusambandið eins og þróast í seinni tíð fyrst og fremst sáttmáli markaðsvæðingu samfélagana í miðstýrðu samfélagi og það þarna sem að ég set mín spurningamerki við það og ég set mín spurningamerki við herrvæðingarþáttin líka og stórveldistrumana. Þetta var þróun sem var kannski orðin fyrir aldamót svona markaðsvæðingu allra hluta, bara tíminn í nýfrálsíkinnar og við þekkjum þetta og svona hugmyndur að markaðsvæða orkuviðskipti sem ætti ekki að make a net sense fyrir Íslendinga sem leið ágætlega hérna í félagslega uppbyggðu orkukerfi. En það verið að Evrópusambandið að þrönga okkur. En þá hefði Ögmundur Jónasson líklega ekki sagt að þetta væri fasist. Nei, 98. Ég hef ekki gert það. Ekki 2008. Já. En hvað gerðist okkur Ögmundur byrjaði að segja að Evrópusambandið sé fasist? Vegna þess að ég að horfa á hvað að gerast gagnvart því fólki sem ég tel mig svo mikla samstöðu með. Fólk sem að berjast fyrir mannréttindum víða heiminn. Í Kúrda héröðum Sýrlands, Tyrklands, Íraks, í Palestínu og víðar, að þegar ég horfi upp á það að þetta fólk sem situr með mér á fundunum, að það annarkvæm maður komin í fangelsi og það verið að lögsækja þá fyrir hvað? Fyrir að hafa tilteknar skoðanir og hverjar þessar skoðanir, þær eru þá mannréttinda og þá fer ég að nota orðfæri eins og þetta að þetta séu aðferðir, þetta eru aðferðir fasisma að slökkva á mönnum, að frista eignir þeirra og kortin þeirra eins og við erum að horfa upp á núna og ekki heyrist orð þetta í stjórnarráði Íslands, ekki orð þetta en þau hlaupa til og eru í þessum hryllilegu faðmlögum við þetta fólk hann út í Evrópu ef þau komast á fundi með því og mér bara hryllir við þessu. Herðu, það eru voveilið tímar og eitt það að Bandaríkin eru sumir segja að breyta stefnu sinni, aðrir segja að sína sitt rétt andlit og þar hundu göttunum. En allavega staðan þannig að við tökum bara NATO að Bandaríkin voru náttúrulega, NATO var smíðað í kringum Bandaríkin og til þess að framfylgja bara utanríkisstefnu Bandaríkina. Nú orðið einhver leyti augljóst að hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna fara ekki saman eins og Evrópa skilgreinir og Bandaríkja skilgreinir. Það eru ólík afstaða til Úkraínu, það eru ólík afstaða til NATO, það eru ólík afstaða til Grænlands og þar göttunum. Sérðu ekki fyrir þér að þá sé gott að hafa Evrópusambandið til þess að móta sameiginlega stefnu Evrópu í þessum á þessum voveilegu tímum? Nei, ég að horfa til reynslunar. Já. Ég að horfa til reynslunar. Hafa þau sannað sig í því verkefni? Nei, þau hafa ekki gert það. Nei, þau hafa ekki gert það. Þau hafa komið mjög óhyggilega fram, til dæmis í Úkraínu stríðinu og átökunum Úkraínu, mjög óhyggilega fram. Og líka líklega hvað Bandaríkjunum verður þetta að segja, þau verður þetta að sleikja upp Trump en ekki hefur það skilja góðum árangri. Sko, aðeins eitt fyrst Trump og hvað að gerast í Bandaríkjunum, þetta sína sitt rétta andlit sem alltaf hefur verið. Ég held að sko vissu leyti þá þetta miklu verra. Og ástæðan svo að það ekki bara framkoman gagnvart þriðja heimsríkjum eða ríkjum sem að þau krefjast þess að hafa yfirráð yfir, heldur hvað þau að gera líka, stjórnvöldin að gera innanlands. Og hvernig þau að fara niður undir góllistan með bara alla umræðu í samfélaginu og virðingin fyrir... Það segja hernum á borgara. Já, segja hernum á borgara og virðingarleysi gagnvart mannréttindum algjört, lögum og reglu. Og nú forseti Bandaríkjanna farin að setja fram spurningamerki hvort það sé ástæði til að hafa kosningar í haust. Sérðu? Og öll umræðan, hún dregur samfélagi niður. Það var stundum talað trickle down economics þegar hinn burðugu eiga að baka sín stóru brauð og svo fara brauðmórandi niður og við njótum góðs að þeim. Þetta sem náttúrulega dellukenning en ekki að einu leyti að ef við heimfærum þetta yfir í orðræðuna og pólitíkina skítmennskan sígur niður. Já, sígur niður.
og fer inn í vinnustæðin, fyrir inn á skólastöðin. Íslandi, já, alls það. Hefur ekki fullist það, hefur umræðin orðin sko... Í heiminum öllum þetta gerast. Hálf sturluð. Já, þetta það. Og hvað gerum við þá? Ætlum við þá við þessar aðstæður að njóta leiðsagnar þessa fólks sem hefur stýrt okkur inn á þessa brautir, vegna þess að þetta hefur allt verið gert. Þetta hefur verið gert í elskuvina samfélaginu, í NATO og faðmlögum vestanhafs og austan, það er staðreyndin. Nei, við eigum almenningur, nú eigum við almenningur að krefjast þess að forystumönnum í heiminum, í okkar löndum, okkar ríkjum, okkar heimasvæðum, allstaðar, að svona endurskoða sinn hug. Það er það sem við eigum að gera. Og að því við byrjuðum að tala um Evrópusambandið og hennar fund minn, þá er eitt svolítið merkilegt. Þú talaði um það að engin ákvarðanir eru teknar um þetta eða hitt, og ég er að segja ákvarðanir eru ekki teknar, það er bara að gerast hlutinir, látni gerast. Allir þessir samningar sem að ég kem til með að vísa til á fundunum á laugardaginn, allir þessir samningar sem hafa verið umdeildastir á sviði viðskipta og markaðsvæðingar, þeir byrja í leynd. Svo hefur það alltaf gerst, öðru hvoru, að það er upplýst þá. Almenningur upplýstur. Þá stoppar allt. Alltaf þegar almenningur fær innsýn í hvað valda kerfið er að gera og ráðandi stéttir og ráðandi hópar, þjónar auðvaldsins er að bardúsa, þá stoppar allt. Þá fer allt í stopp. Og það er þetta sem ég vil að gerist. Nú skulum við stöðva þetta fólk. Þetta eru nokkrir einstaklingar sem að þjóna miklum hagsmunum, miklum peningahagsmunum, en það eru nokkrir einstaklingar sem að sitja þarna við stýrið. Nokkrir einstaklingar. En er ekki Trump svolítið að sprengja upp þessa samninga sem að þú hefur verið að gagnrýna undanfarinn áratugi? Jú, að vissu leyti. Er það ánægð með það? Það er alls konar mótsagnir í tilvörinni og einn af þessum mótsagnum bendir þú réttilega á að þessir samningar sem ég er að gagnrýna sem að afhentu heimsauðvaldinu samfélögin að þau gætu nota þetta sem sinn leikvöll til að fjárfesta í og ráðskast með, búa til dómstóla þar sem að þau réðu málum, réttarkerfum einstakra ríkjariði ítti hliðar. Þau voru að gera þetta á sínum forsendum. Þá kemur verkalýðshreyfingin og segir nei. Þá kemur Donald Trump og segir nei líka. Er ég þá ekki ánægð með það? Ég er ánægð með að til dæmis TTIP-samningarnir milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna stöðvuðust og að verulegu leitað hans undirlagi, en það er allt öðrum forsendum. Það er ekki vegna þess að hann ætli ekki að láta auðvaldi grassera. Hann vil bara að það sé gert á sínum forsendum, undir sínu forræði, og þetta er kannski... Þannig að það auðvaldi nota afl bandaríska ríkisins til þess að auðgast, en ekki í gegnum svona samninga. Já, og þetta er þungamiðjan í þeim deilum sem við erum að verða vitni að núna. Það er að kerfi sem byggir á lögum og rétti og samningum, þetta voru þó samningar sem við voru að gera, sem að ég er að gagnrýna, þetta voru þó samningar, þetta kerfi er að víkja fyrir valdboði, fyrir, sem sagt, laga umhverfið er að víkja fyrir reglugerðar umhverfið sem að ég ræð, sem að ráðamenninni ráða. Það er það sem er að gerast núna. Og mér finnst, Gunnar Smári, að þegar menn segja eigum við þá ekki að halla okkur að þessum og halla okkur hinn, höllum okkur bara sjálfum okkur. Höllum okkur bara sjálfum okkur og setjum núna niður og hugsum hvert viljum við stefna? Hvert viljum við stefna? Við ætlum ekki að lúta forræði þessa fólks sem að hefur leitt okkur út í þessar ógöngur. Við ætlum ekki, ég vil ekki fara að láta mína skatta fara í að kaupa vopn, sprengjur, eldflaugar sem eru sendað til Palestínu til að drepa fólk þar eða sendað til Úkraínu. Ég vil ekki borga þetta. Ég vil ekki láta Þorgerði Katrínu eða Kristrúnu eða hvert sem leið okkur inn á þessa braut. Ég bara vil það ekki. En rökin sem koma á móti er það að það séu þannig tímar að við verðum að finna einhvers staðar skjól, svo ég vitni nú óbeint í Baldur Þórhallsson sem með skjólkenninguna, að smáríki verða að finna einhvers staðar skjól.
Og auðvitað það ekki þannig að það sé eitthvað svona ídeal skjól, þú ræður ekkit hvernig skjól það en þú verður bara að hafa skjól því að það bara eilífur stormbeljandi og þú titrandi smáblóm án þess, þannig að þú verður að finna einhvers skjól og það er bara það skásta sem í boði Evrópusambandið. Auðvitað það endur þess að þylja upp ágallana í skásta sem í boði til að veita okkur skjól. Ég er komað með vil heyra rökið inn á móti þessu sjónarmiði. Ég meina skjólið þá fólkið í því sem að þau eru að gera núna. Því hitt ekki valkostur. Því annars verður bara traðkað á þig þarna titrandi smáblóm. Hitt valkostur. Það nefnilega fyllin. Hitt valkostur að fylgja eigin samfæringu og réttlætiskend og segja sem titrandi blóm. Nei, við erum ekki titrandi og við erum ekki smáblóm. Við erum fólk, einstaklingar sem eigum að líta á okkur sem slíka og í lýðræði þjóðfélagi og ætlum að virkja lýðræði. Við ætlum að tala saman og ræða. Það er aldrei í Evrópusambandinu fyrir utan Noreg og... Ég er að tala við þig og ég er að tala við fólk hér á fundi á laugardaginn sem ég vona sem flestir komið til að sækja úr öllu pólitíska litrófinu. Ég vona að komi hægri menn, miðjumenn, vinstri menn, allir. Við þurfum öll að tala saman það hvernig við rísum núna upp og smíðum nýjan og annan heim, ekki á forsendum þessa fólks. En með hverjum ætlar að gera það ef að Bandaríkin eru þess að þau eru? Evrópa er meira og minna inn í Evrópusambandinu. Ætlar að tala við Kínverja eða Indverja? Nei, ég ætla ekki að tala við neina stórþjóðir. Ég aðhyllist ekki þessa kenningu að vera einhver lítill músarungi eða titrandi smáblóm. Þeir eru bara vitna í þjóðsökin okkar. Já, ég er það ekki. Ég er ekki titrandi blóm. Ég er engin smáfugl. Ég er bara maður sem ætla að standa uppréttur og ég ætla að verja mannréttindi eftir því sem frekast get, hvort sem á Gazasvæðinu eða bara hvar sem eða á Íslandi. Ég ætla að verja bót sem að Evrópusambandið er ofsækja en ég ætla ekki að halla mér af valdakerfum heimsins. Og heldur að fólk sé að nota þessa vóveilu tíma til þess að skapa ótta meðal okkar, þannig að við höfum í enga aðra valkosti heldur en að gera það sem að þau vilja og það sem að við kannski síst vilja gera, en við sættum okkur við það vegna þess að það er svo mikil ógn. Held ég, þú ert með sönnun þess allstaðar frammi fyrir þér og til að fá hana betur þá er ágætt að lesa aftur Veröld sem var eftir Stefán Zweig, það sem er að lýsa millistríðsárunum þegar menn bjuggu til hatur í garð heilar þjóðir fóru að hata hver aðra. Það er að gerast núna. Ef þú skoðar áróðurinn sem hefur alltaf verið í öllum stríðum það sem búið til hatur í garð heilla þjóða. Þetta er að gerast núna líka, hefur verið að gerast. Hatur í garð þjóða, hatur í garð Rússa, það mátti ekki spila Tchaikovsky. Garðyrkjufélag Íslands sendi út fréttatilkynningu til að segja okkur frá því að kartöflukvænið sem að þeir væru með og væri kennt við Rússland, að það hefði verið pantað fyrir innrás þeirra í Úkraínu á sínum tíma. Sko, hysterían hefur orðið algjör og það er kynnt undir og hvernig og afleiðingar eru hverjar. Þær eru þær að Evrópusambandið ætlar að taka peninga út úr heilbrigðiskerfinu, út úr menntakerfinu, út úr félagsþjónustinu og setja þetta í bombur. Það er það sem er að gerast. Og þá eigum við að segja, nei, nú komið. Við ætlum ekki að borga þetta, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að láta Þorgerði Katrínu teima okkur sem viljalaus verkefni inn í Evrópusambandið. Við ætlum ekki að samþykkja samninga sem hún er að undirrita og ríkisstjórnin almennt sem afsala okkur yfirráðum yfir fiskveiðinni, yfir auðlindum okkar, skuldbindur okkur til fylgilags í vafasömmum utanríkismálum. En þú ert að lýsa þessu fólki eins og hálfgerðu landráðafólki. Heldur þú þessi að gera þetta vísvitandi? Nei, ég er ekki að nota þau orð. Ég er bara að vísa í gjörðir þeirra. Og svo geta aðrir svona skilgreint það. Það grafa undan raunverulega sjálfstæði okkur og öryggi til mikið tíma. Ég er bara að segja hvað það er sem þau er að gera. Þau er að undirrita samninga sem að afsala okkur lýðræðislegu valdi. Þau eru að skuldbinda okkur til dæmis til þess að lögsækja hans Jacques Bot. Nei, til að ofsækja hann. Þau eru að skuldbinda okkur til þess. Þau eru að skuldbinda okkur til að láta peninga frá Landspítalanum renna inn í hervæðingu. Þau eru að skuldbinda okkur til þess. Og þá segi ég, nú er bara nóg komið.
nú skulum við hætta, við skulum hafna þessari músarindilskenningu Baldurs Þórhallssonar að við séum öll titrandi og grátandi og svona við erum ekki grátandi og við erum ekki titrandi. Við skulum bara hafa trú á sjálfum okkur og segja, gerum þetta að kafla skilnum núna. En ef ég tek svona rök Evrópu sinna undanfullu, auðvitað margt að hvernig ákvarðanir teknar í Evrópusambandinu, það er þó skömminni skárra en það sem íslensk stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir Og þá er að tala hvað sérstaklega? Það var líklega að við fengi frá Evrópu, það verið að vísa í svona neytendavernd og persónuvernd og fleiri lagabúð. Þú kannast við þessu rök, þetta er búið að vera í 20-30 ár. Jú, ég kannast við þetta, vegna þess að hugsunin þessi. Það er þá betra að þau ákveða þetta, vegna þess að reynsla okkar íslensku stjórnmálamönnum enn verri. Nei, hún það ekki. Þegar menn að halda því fram, að hér sé meiri spilling en í Evrópu eða Bandaríkjunum, minnst þetta hlægilegt rugl. Þetta bara það sem fylgir kapitalísku hagkerfi, það fylgir því alls konar spilling og hann að finna í Evrópu alveg svoleiðis grasserandi spillingu út allar trissur og en hugsunin hjá þeim, þessum markaðsinnum, svo setjum allt á markað. Höfum ekki áhyggjur af því hver framkvæmir bara að vera framkvæmt. Svo skulum við hafa eftirlit með neytendavernd. Það er formúlan. Það er formúlan. Og þetta ætluðu að gera með raforkuna líka. Þau sögðu þetta verður miklu betra. Við skulum bara sundra öllum þessum fyrirtækjum og hafa síðan góða neytendavernd á eftir. Og marga milliliða á leiðinni. Nú ertu að hlaða upp milliliðunum, kerfin að verða dýrara í öllu. Hvernig stendur á því að það var mörguleiti ódýrara að reka samfélagi fyrir 50 árum með það núna? Hvers vegna? Það er ekki bara Evrópusambandinu að kenna það. Nei. Ég að segja hvernig stendur á því, ég að segja að það eru milliliðir sem að koma allstaður upp hér á Íslandi sem annar staður. En sko þetta að við fáum allt gott utan frá Evrópusambandinu eða einhverjum öðrum, sko þá virkar þessi formúla. Ef þú gefst upp á því að gera hlutina sjálfur og ætlar að láta aðra berja þig til verkana, þá endar þessum þræll. Þetta er svona önnur útgáfa af titrandi smáblómskenningunni. Já, sko, það sé betra að fá orðurinnar frá Brussel heldur en. Það dugar aldrei nema bara eins og landið í skónum sem pissaður í. Ég ætla að koma með annað sem að ég heyri hjá fólki sem eru opið fyrir því að gangi í Evrópusambandið. Ég að borga vexti af húsnæðislánum mínu sem líklega slæri upp í bara 10% raunvexti. Fólk í Evrópusambandinu eru að borga miklu lægri vexti, þannig að ég eiginlega á ekki efna á öðru en að fara í Evrópusambandið og taka upp evru. Sko, menn halda stundum að þessi samræming innan Evrópusambandsins að hún nái til allra hluta. Ef þú ferð á kaffihús á Sikiley og panta kaffi annars vegar og síðan nyrst í Finnlandi inn á kaffihús og panta kaffi, heldur að verði sé það sama þó að evran sé á báðum stöðum notuð. Heldur þú sért að fá kaffi fyrir jafn margar evrur? Viðrið segir það til Evrópu vextir. Ég að segja, þetta er háð það ósatt? Hverjar aðstæður eru á hverjum stað. Það nú svolítið fyndið með þessar Evrópu vexti að þegar að vesaningslitla framsókn var hér með húsnæðislán frá húsnæðistofnun með hagstæðari vöxtum en áður höfðu þekst. Hagstæðari vöxtum. Þá sögðum menn þetta er hryllilegt. Þetta er að setja íslenskan efnahag á hliðina. En við á hinn viljum við gjarnan fá Evrópuvexti sem eru sagði miklu lægri. Þannig að sko þetta tal allt er svolítið misvísandi þegar til kastana kemur. Það er margt sem er ágætt í Evrópu að sjálfsögðu og innan Evrópusambandsins. Það er margt sem er slæmt á Íslandi að sjálfsögðu sem þarf að laga. En við gerum það ekki með því að fara undir þetta fullveldisafsal eða lýðræðisafsal sem er fólkið því að ganga þannig. Það er það bara ekki. En við erum í Evrópusambandinu. Nei, við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og það verður að tekna ákvarðanir. Það er mikla breytingar í heiminum og Evrópusambandið mun taka hellinga ákvörðunum á næstunni og þess vegna er það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa sætið við borðið.
Hvað segirðu þessu? Sætum við borðið. Ekki getum við bara þegið að bara skeytasettingar frá Brussel. En tökum dæmi það. Tökum dæmi það. Sætum við borðið þegar að menn hafi verið að semja til dæmis viðskipti. Hversu langt er að ganga í markaðsvæðingu og svo framvegis. Þetta hafa menn gert á vinnuborði World Trade Organization, alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Íslendingar komu að þeim samningum, eða hafa sjálfstæð aðkoma að þeim samningum, sem að fjalla það hvernig við skipuleggjum okkar samfélag. Hvað er að fara út á markaðstorkið og hvað ekki. Vistu hvað margir koma að þessu fyrir hann 27 aðildarríkja Evrópusambandsins? Einn? Já, einn aðili. En áður en hann var sendur og þá sátu 27 við borðið. Nei, og gerðu hvað? Samþyktu samningsmarkmið. Þeir samþyktu aldrei neitt. Og þetta var það sem að kom síðan í dagsljósið þegar til kastana kom að þau hefði aldrei verið spurð. Þau voru ekki heldur spurð þegar þau voru að semja á vegum alþjóðaviðskiptastofnunar aldamótin og Guardian, breska blaðið Guardian upplýsti það í grein 2002 að þau væru að markaðsvæða vatnið í samningum við Kanada, í SETA-samningunum. Guardian upplýsti það, hinni komu allir að fjöllum, öll þjóðþingin, engin spurður. Þetta er nú það að sitja við borðið. Og síðan er hitt að í Evrópusambandinu hefur það verið að gerast að það sem áður var neitunarvald einstakar ríkja, það fer þverrandi. Já, mjög hratt undanfarnar vikur bara. Já, vikur og líka hefur það verið að gerðist í Lissabon-samningnum, hefur verið að gerast. Þar voru 40 svið tekin undan þessu ákvæði og það sem eftirstendur sumt að sæta auknum meirihluta í ákvörðunum en meirihlutin, það er búið þannig að það þurfa að vera þá meirihluti ríkja og meir en 65% íbúa á bakvið. Þannig að þetta eru stóru ríkin sem ráðu öllu, þessi minni og þessi allra minnstu ráðu engu. Ráðu ekki nokkrum skapaðan hlut. Og í stórum málunum, þegar kemur að fiskveiðimálunum, höfum við ekkert að segja. Við höfum ekkert að segja. Og við værum ekkert að gera samning við Bandaríkin herverndarsamning, ég er nú ekki hrifinn á honum, en við værum ekkert að semja það. Það væri allt á vinsluborðið í Brussel. Allt saman. Við erum að afsal og ég skil ekki. Þú ætlar ekki að vera að verja varnarsamningin? Ég er að segja, ég er ekki að verja hann, segir ég. Ég er alls ekki að gera það. Ég er bara að segja að þeir sem eru hliðhollir honum og vilja Íslendinga geti þá samið, ég er hliðhollir því að við getum samið beint þá í Bandaríkin eða aðra, hvernig sem við viljum hafa það, að við gerum það beint. Og að vilja við þessar aðstæður, þar sem við ráðum yfir fiskimiðunum, þar sem við eigum að geta ráðið yfir auðlindum okkar og yfir samfélag okkar, að vilja afsala okkur þessum yfirráðum, afsala okkur þessum fullveldismálum, þetta menn er að tengja fullveldi einhverju svona afturhalsamri hugsun, það er það ekki, þetta er bara spurning um lýðræði. Að hafa fullt vald á yfir eigin samfélagi og þar er að ganga eins langt eins og við mögulega getum. Ég heyri að þú vilt ekki að Íslendingar gangi í Evrópusambandið. Þú ræður alveg rétt í það. En heldur að Evrópusambandið hafi áhuga að fá Íslendinga því að sumuleyti finnst manni að Evrópusambandið hefur aldrei verið haft óskýrari mynd það hvað það ætlar að verða í fremtíðin. Það hefur aldrei haft skýrari mynd en nú á því að fá Íslendingar skuli komið þangað inn. Vegna þess að það færir út landamæri heimsveldisins, þeir eru fannir að tala þetta sem slíkt. Að Grænlandsströndum. Já, og bara norður undir ekki að pólnum en norður á við. Og þetta stækkar þeirra yfirráðasvæði og áhrifasvæði. Og þess vegna mætir yfir hersöðingi Þýskalands í Hermanna Galla þegar hann kemur að spjalla við Þorgeiri Katrínu og Kristrúnu. Og hvar fundaðu? Þau funda náttúrulega í NATO-stöðinni. Já. Herðu, en það sem ef mann horfir á stöðuna í Evrópu, að þeir ná ekki saman þessum fríverslunarsamningi við þessi Suður Ameríkuríki og það er eins og þeir ætluðu að ná saman að taka Rússagulli þarna í Belgíu, náðu ekki samkomlega það. Þannig að fréttina sem að koma frá Evrópu er eiginlega svona upplausnarfréttir að Evrópusambandið
Ja, það bara svo ólíkir hagsmunir þar. Það eru ólíkir öryggishagsmunir, það mjög ólíkir hagsmunir út af öflug efnaðskerfin eru. Ég held að sé mjög ólíkir ólík viðhorf og það ekki komið fram á yfirborðum hvort að Evrópusambandið eigi að bera Úkraínu á áfram. Ég held að marg fátækari ríkin vita það að ef það verður gert þá munu þau ekki fá neitt stuðning frá Brussel í framtíðinni. Þannig að erum við ekki að fara að horfa upp á svona hálfgerða upplausn Evrópusambandsins alveg eins og við erum að fara að horfa upp á upplausn NATO, þótt að enginn svo reyðilega ræða það? Það var mikil gæfa ef þetta sundraðist allt saman. Ég hef verið með þá hugsun að sko 50 bandaríkin, 50 ríki bandaríkjana væri betri en ein bandaríki. Ég vildi sundra þessu öllu saman. Sundra Evrópusambandinu, sundra Bandaríkjunum, en sameinast á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, á vettvangi alþjóða glæpadómstólsins, alþjóðlegra stofnana, sameinast það. Þetta náttúrulega stofnanir sem eru líka í ríkalegri hættu bara. Já, við erum að verja þau. Við erum ekki að láta það gerast að þessi öfl eyðileggi þessar stofnanir og eyðileggi þá hugsun, grafundan þeirri hugsun sem þær hvíla á. Og ég held, þegar allt kemur til alls, þegar menn koma saman til að ræða málun, ég var að fá fréttir af fundi sem var upp í háskóla í dag, þar sem að menn voru að ræða þessa stöðu. Og menn allstaðar hafa áhyggjur af því að alþjóðasamfélag sem byggist á lögum, að það sé í mikilli hættu og allir vilja verja það. En ef við þá ekki að reyna það, ef við ekki að reyna að fylgja liði í þá veru, í stað þess að fara að halla okkur upp af einhverjum glæpa klíkum. Finnst þér ekki líklegt að Evrópusambandið geti verið það fyrirbrigði sem að gæti varið þetta kerfi? Úr því að Bandaríkjamenn sem smíðuðu það hafa mist áhugann á því? Eða viltu tala við Kínverjana eða Indverjana eða Brasilíumenn það? Enga af þessum. Það ekki þessar stóru ríkjablokkir eða ríki sem byggja á hernaði sem gera það. Þetta almenningur. Við þurfum að lýðræðisvæða heiminn og lýðræðisvæða okkur sjálf líka og fara að trúa á okkur sjálf og hætta að skjálfa svona mikið, óskaplega mikið og leita skjóls hjá mafjósum sem að halda heiminum í gíslingu. Ég hafði svolítið gaman að því daginn að þá var ég í Grikklandi og var þar í heimsókn hjá formanni eða flokki sem á vinstri mannum sósíalistar. Svo í Konstantínopólu fóringinn þar kom hingað til hans og var í Þjóðmenningarhúsinu að tala á fundi þegar að Evrópusambandi var að kreista Grikki út af lánum, erfiðum lánum. Að faðir hennar, hann hafði verið í fangelsi í Grikklandi á vegum þegar herforingjastjórnin fór það með völd og ég var að spyrja hann hvernig hún litist á blikun og hann sagði, já, á sínum tíma þá voru svona samtök alþjóðasambönd verkalýðs og sósíalist og framvegis, nú eru 3 sambönd. Það 1 valdstjórnarmenn, 2 mafíósar, 3 bírókratar heimsins. Þeir standa líka. Nú komið tími til að fólk, almenningur fara að setja spurningamerki við þetta allt og hætta að láta stýra sér út í fenin. Ég skal segja þér það að þrátt fyrir allt sem að gera svona, þá ég að mörguleiti vongóður að út úr þessi geti komið eitthvað gott. Ef við horfum í alvöru til þess hver mikilvægt það að við endurmetum stöðuna alla. Hættum að kallast á með gífuryrðum, reynum að svona skilja hvert annað, standa saman, en ekki fara að rífast það í hvaða glæpaklíku við ætlum að halla okkur. Ég lít svo á að NATO, ég lít á NATO sem glæpasamtök, bara hreinlega, sem að stemt gegn lýðræði þjóða. Ég lít svo á. Og Bandaríkin eru því miður að koma fram sem slík líka. Evrópuríkin, gömlu nýlenduvildin hafa hagað sér þannig í tímans rás. Það svoleiðis. Þetta bara þannig. Ef við ekki bara horfast í augu við þetta og ef við ekki horfast í augu við það að þegar að almenningur
hlustar á það besta í hjarta sínu og það besta sem hefur komið úr samfélaginu, frá ljóðskáldunum, frá menningarfólkinu, frá mannréttindafrömmunum. Hlustum á þetta fólk, tökum höndum saman við það. Það er verkefni framundan. Og þú verður að tala þeirra röddu í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn. Ég ætla að gera það. Hvet fólk til þess að mæta, gaman að fá þig. Þakka fyrir það. Já, eins og ég segi þá hvet ég fólk til þess að fara og það verður fjör á bíla í Þjóðmenningarhúsinu kl. 12 á laugardaginn. Fundurinn verður búinn kl. 13:30, það er regla í fundunum hans Ögmundar. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hana heim sem að breytist jafnóðum. Næsti kaflir eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.